Jóhann Páll. Já, það ég. Hæ, velkomin á Trúnó, til hamingju með nýja starfi. Takk fyrir það. Þú ert búin að vera alveg svakalega duglegur að tala orkuöflun og fyrir hönd atvinnulífsins ætla ég bara þá að þakka þig kærlega fyrir það. En mér langar til þess að vita, hvað ætlið þið í nýju ríkisstjórninni að gera í loftslagsmálum? Góð spurning. Það er þetta þannig að ef okkur er alvara þegar við tölum orkuskipti að ná þar markmiðum okkar á tilsettum tíma, þá þurfum við að afla aukinnar orku, en við þurfum líka að bæta orkunýtni og styrkja flutningskerfið. Og það er ekki stefna þessara ríkisstjórnar að fara til dæmis að loka verksmiðjum í massavís sem hefur auðvitað engan loftslagsávinning í för með sér. Við viljum ekki að til dæmis álið sé framleitt í verksmiðjum sem eru knúnar af kolum. Takk fyrir það. Þannig þetta er mjög mikilvægt. Við þurfum að hugsa þetta svolítið glóbalt. En það er heldur ekki þannig að við getum bara virkjað okkur einhvern veginn út úr vandanum. Og í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar koma fram mjög skýr markmið að losa minna, binda meira. Það eru gríðarleg tækifæri þegar kemur að endurheimt votlendis. Þar getum við byrjað að festu á ríkisjörðunum, en við þurfum líka að skapa hvata fyrir einkaaðila, fyrir bændur. Þetta þarf auðvitað að hugsa í samhengi við búvörusamninga og annað. Svo eru auðvitað orkuskiptin í samgöngum og iðnaði. Þar leggjum við mikla áherslu á réttlát umskipti, að útfösun jarðefnaeldsneytis sé með þeim hætti að byrðarnar dreifist jafnt eftir búsetu og eftir tekjum. Og svo auðvitað eru það tæknilausnirnar og nýsköpunin. Og ég vil kannski bara nota tækifæri hér vegna þess að það hefur verið heilmikil umræða í samfélaginu bindingu kolefnis í jarðlög. Ég held að þessi verkefni og þessi tækni sem Ísland hefur stigið mjög stór skref í að þróa skipta alveg gríðarlegu máli og við eigum að hvetja þessa frumkvöðla og þessa vísindamenn áfram. Heyr. En segð þú mér, nú ert þú fulltrúi auðvaldsins hérna á sviðinu. Hvaða tækifæri sjáu þið helst í sjálfbærni málunum? Er þetta góður business? Já, er sjálfbærni góður business? Já. Þetta er allt trúnaður, eða ekki? Jú, þetta er enda skrítnasta trúnaður sem ég farið á. Í fyrsta lagi þá held ég að upplifunin mín er stundum svo að við tölum meira sjálfbærni heldur en business. Og ímyndaðu þér þetta. Þú ert að stýra fyrirtæki sem er að selja vörur sem er ekkert venjuleg vara. Þetta er lífsnauðsynleg vara. Hún er seld allan hringinn í kringum landið. Síðan kemur heimsfaraldur og hann varir í 2 ár og það er heimsskortur á hlífðarfatnaði. Það eina sem þú hugsar það er bara öryggi starfsmanna og öryggi viðskiptavinna og þeir fái þessa lífsnauðsynlegu vöru. Það er business. En punkturinn minn með þessu er að koma því á framfæri að sjálfbærni kemur auðvitað aldrei í staðinn fyrir góðan rekstur. Það er að segja að bjóða vörur og þjónustu sem er eftirspurn eftir að hagkvæman hátt. Hins vegar er það þannig að rannsóknum McKinsey, þær sýna það á 2269 fyrirtækjum yfir 5 ára tímabil að þau fyrirtæki sem bæði eru með góðan rekstur og huga sjálfbærni, þau ná meiri árangri heldur en önnur fyrirtæki. Og svo er líka bara svo rosalega skemmtilegt að hugsa öll viðskipta tækifærin sem að felast í sjálfbærninni. Þú myndist á eitt þeirra áðan. Það er einmitt þannig að við náum aldrei kolefnishlutleysi, öðruvísi heldur en að við einmitt líka föngum og bindum kolefni og því er einmitt spáð að þessi markaður verði það bil 6.000 milljarðar á ári á heimsvísu árið 2030. Annað svakalega skemmtilegt viðskiptatækifæri eru þetta hringrásarhagkerfið. Alveg svo Tómas kom inn á í opnuninni hjá sér, þá er staðreyndin svo að við erum einungis að endurnýta 7,2% af því hráefni sem við erum að nota í framleiðslu á heimsvísu. Yfir
og yfir 90% erum við ekki að endurnýta. Þannig að það alveg gríðarleg tækifæri sem að felast einmitt í hringrásarhagkerfinu og það var einmitt þýska, fyrst ég með umhverfisráðherra það var þýska umhverfisráðuneytið sem að gerði skýrslu í samvinnu við ráðgjafarfyrirtæki Roland Berger sem að sýndi fram á það að umfangið í hringrásarhagkerfinu árið 2020 var í kringum 22.500 milljarðar og þeir eru að spá því að það nánast tvöfaldist þegar við erum að horfa fram til ársins 2030. En það sem er kannski svona lokapunkturinn, hann sá að tilfinningi mín í atvinnulífinu sú að fólk svolítið komið með grænþreytu og það meðal annars okkur í atvinnulífinu að kenna sem að höfum verið að grænþvo hlutina undanfarin ár eða áratugi. En hins vegar staðan akkurat núna að almenningur svolítið búin að færa ábyrgðina af sjálfbærnum málum og loftslagsmálum yfir til okkar, stjórnvalda og atvinnulífsins og við þurfum bara að standa undir henni. Ertu ekki til í það? Heyr.